Góðan daginn og velkomin í 34. þátturinn minn hérna á YouTube-brásunum minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Nú, ég vil byrja á því að bjóða alla nýja og gamla velkomna. Það eru 20 dagar síðan að ég var hérna síðast og já, eins og ásegir, ég heiti Helga og bý á Akranesi og gift og 3 barna móðir og 3 barna móðir og hérna og eins og áður hefur komið fram handavinna Óð. Ég prjóna mikið, hekla svolítið, sauma, sletta, sauma út og bara svona allt það sem að glepur handavinnu genið þá stundina, en mest eru það prjónarnir. Mig að finna á Instagram sem Helga A71 og á Ravelli sem Helga AR og svo ég með like-síðu á Facebook þar sem ég sel svona handavinnutöskur undir handavinnuverkefnin eða snyrtibuttur eða eitthvað slíkt og hún heitir verkefnatöskur Helgu og ég set þetta líka hérna neðan á skjáin ef eitthvað óljóst. Nú, ég fer bara, þetta verður bara svona hefðbundin þáttur. Ég er nokkuð klár og verk í vinnslu og hérna gjöf og hvað er að gerast í töskudeildinni og aðeins ferðina og svo framvegis. Og hérna, já, ég held að sé bara ekkert eftir neinu að bíða. Og ástæðan fyrir þá sem að ekki vita, hafa kannski ekki hort áður að ég hef ekki verið hérna í þessar 3 vikur af því að ég var í ellendis. Fórum í störtum hérna sumarfríinu aðeins fyrir en venjulega. Venjulega er maður minn alltaf í fríi í júli, en núna ákveða að breyta aðeins til. Það verður líka í fríi í júli. En þá er það klárinn og fyrst er það hérna sokkar af bóndanum. En það passaði ekkert ofil á hérna á þennan fót, táin hangir hérna fram af og hérna, en það skiptir ekki öllu. Þetta er, ég nota í þetta, hvað nota? Já, það er hérna við hliðina á mér. Ég notaði hérna Austermann Stepp. Þetta hérna sem er til í Gallerí Snotru og þetta er litanúmer 0343 og ég prjónaði þetta á 2,25 mm. 64 lykkjur og ég gerði alveg svona eina langa túpu. Byrjaði bara á þessum fæti og prjónaði alveg og svo tók þessi við og felldi af hérna þessari byrningu og setti svo hælana og tanna í eftir á. Og fyrir vikið verða sérstaklega eins og hælarnir þeir eru gerðir bara eins og táin. Þeir verða pínu dýpri. Heldur með styttum umferðum eins og ég set á mína sokka og það hentar mínum manni betur af því hann var svo háa rist. Já, eins og ég segi 2,25 mm og annars er ég frekar duglega við að setja allt sem ég klára inn á Ravelli síðuna mína. Set nánast undantekningalaust inn hvað ég nota mikið af garninu og þess að þar og líka ef ég hef gert eitthvað annað en ég er vön að gera við sérstaklega svona hefðbundna sokkauppskriftir hjá mér þá skrifa ég það þarna líka í notes. Ég er með 70 lykkjur á milli upphafs á tá og á hæli fyrir hann á þessa prjónastærð. Hjá mér er ég með 60 og svo er ég með lengri fótinn fyrir hann líka, allavega í þessu tilfelli. Og þetta var eitt af
flugprjónunum mínum á leiðinni heim. Ég greip alveg í þetta eins úti og svoleiðis, en ég prjónaði mest af þessu í fluginu. Þannig þá eru þeir komnir og síðan var ég ekki búin að gera sjöl í langan tíma og það bara búin að svona sjala prjóna yfir mig eiginlega. En ég gerði þannig síðast sennilega Quality Street sjali. En svo allt í einu heldist yfir mig alveg trillt löngun. Ég átti orðið gatt sem að ég bara sá að fór vel saman og langaði að gera svona meira einfaldari sjölum. Og ég hef margoft búin að tala um það að ég ætla að gera hérna Midnight Sun sjalið eftir hana Emilíu Björna í Arctic Knitting podcast. Og ég byrjaði á því, ég byrjaði á því eftir árum við fórum út, en ég notaði þetta líka. Við fórum náttúrulega í 6 flug á þessum 2 vikum. Þannig að það var mjög gott að vera með prjón sem að tók ekki mikið á heila starfsemina og eins og allur fyrri parturinn af þessu sjali þá var þetta bara útaukningar og slétt og brauðið. Þannig að það var mjög heppilegt og síðan er hérna aðeins öðruvísi hér að neðan. En mjög einfalt og bara fallegt sjal. Nýtti gatnið alveg rosa vel í þetta. Og hérna þetta gatt frá gattþema í ferðinni var Jan from the Shire frá Ningurós á Egilsstöðum. Og hérna það voru 5 hespur frá henni með mér á þessum þvælingi. Og ég ætla að sýna ykkur hvað þetta nýttist vel. Þetta er svona aðaliturinn, restin af honum. Þetta er kannski 2 grömm eða nær því og þetta er hitt og þetta er kannski eitthvað 7 grömm eða eitthvað 7-8 grömm og þessi einliti, hann heitir Frappuccino og bara mjög fallegur svona hlutlaus litur með og síðan er hinn I Saved the World a Lot og það er líka frá hér að og heitir líka Silja. Og þegar ég var úti þá þá þvoði ég lagði sjali í bleyti og lagði það svona til. Ég hafði náttúrulega enga aðstöð til þess en langaði svona aðeins að sjá hvort ég gæti fyrir nálægt loka útkomunni og það var ekki alveg þar. Þannig að þegar ég kom heim þá strekkti ég það aftur og líka hitt sem ég ætla að sýna ykkur núna næst. Og hérna, já, þetta er Midnight Sun eftir Emilíu Björna á Ravelry og þetta á líka síðu inn á Ravelry síðunni minni. Ég á bara eftir að taka myndir af þessu og öllu þessu klárum og setja þar inn. Þannig hérna, já, ég er sérst búin að vera þvo og strekkja og ég reyndar tók ég upp þátt núna á föstudaginn en hann var bara, ég ætlaði að reyna að gera eitthvað svona ekki hefðbundið þátt en það var bara ekki að gera sig. Ég var út allan völl en það var kannski ágætt að hafa gert það þó að hann hafi ekki farið í loftið af því að þá var ég búin að kjafta úr mér svona sviðskrekkinu við að koma aftur tilbaka eftir svona langt stopp. Síðan er það, mannjálfeg, In the Light heitir næsta sjal og ég sá þetta hjá henni Amber í The Yarn Hoarder podcast. Guðlu talaði þetta sjal í þar síðasta þætti á sér og minnum mig, það svona, og hún var að tala um þetta í samhengi við að rekja upp
af því að hún vill helst ekki rekja upp en jarðhorterinn hafði þurft að rekja upp í þessu sjali af því hún las ekki almennilega hvað stóð. Sama gerist hér. Þannig að ég þurfti að rekja pínu upp en það var, þú veist, alveg ekki máli. Það var þetta sjali prjóna tvöfalt svona fingering grófleika á prjóna 5,5 mm og Midnight Sunny var á 4 mm. Þannig að þetta var ekki lengi gert. Og þetta var alveg prjónað út á meltu. Og það aftur Yarn from the Shire. Ég ætla að byrja á því að sýna sjalið og þetta nýja uppáhald sjálf mitt. Það var hrikalega gaman að gera þetta. Mjög fljótgert. Það hefði verið ennþá fljótlegra ef ég hefði lesið uppskriftina. En þú veist, ég taði mig kannski klukktíma. En það var ef einhver ætlar að gera þetta hann úti þá það í þegar þegar ég byrja að feita litunum, að blanda saman litunum, þá þarf að lesa þess. Og ég valdi með kögur, þetta var með og án kögurs og kögrið gert leið og maður prjónar. Það var svo skemmtilegt. Og maður byrja bara á þessum enda og síðan bara sérstök aðferð við að prjóna þetta inni. Og ef maður bara fer alveg eftir uppskriftinni þá það ekkert mál. Og þetta þess þrílitið og prjóna tvöfalt garnið á 5,5 mm prjóna og endar svo með svona pínu gata mynstri. Og ég var líka búin að þvoleggja þetta til úti en það naut sín ekki alveg nógu vel þannig að þetta fór líka á í endur strekkingu og þá ég ekkert að bleita þetta allt upp aftur heldur setti þetta bara á strekkingamáttura mína og festi þetta niður með vírum og pinnum eins og ég vildi að það væri og var svo með blanda bara svona ullarsápu í úðabrúsa, sápu sem þarf ekki að skóla úr og sprauta svo yfir sjali bara þegar ég var búin að leggja það til og leiði ég að þarna þannig. Já, þannig að þetta þess nýja my new favorite. Það er ógeðslega hlýtt, það svona tvöfalt og ég bara gæti alveg hugsað mér að gera annað svona. Þetta gæti prjónað yfir fyrsta leiknum okkar Íslendinga á HM. Af því að þá var ég komin þannig inn í rytmana og svo að það var ekkert mál sko. Mjög fegin að villan kom upp áður en ég byrjaði að horfa á leikinn. Þannig að ég gæti verið búin með það annars hefði ég í 90 mínútur verið að prjóna vitleysu. Og eins og ég sagði þetta líka frá henni Ingu Rós á Egilsstöðum. Og fyrsti liturinn sem ég notaði í herligheitin heitir Skammdegi og líka þetta sami grunnur og ég var með í hinu sjálfnu. Og síðan guli sprengti, eða svona guli yrjótti, freknótti betri helmingurinn og þannig algjör stæði. Ég var gul. Og svo Silja, ég veit ekki hvað þessi heitir, vantar nafnið á hann og ég man ekki. En hinn hétt Frappuccino og ég skýrði þennan bara Cappuccino fyrir mig þegar ég var að bóka þetta inn á Ravelli. Og það alveg ágætis afgangar þessu, þannig að annarkvort fer það bara í annað sjal eða í afganga skúfuna og verður að ykkur ekkert seinna. Að ég sýni ykkur það á eftir hvernig staðan á afgangaverkefnunum hjá mér. En þó að það sé kalt úti og allt það og maður þurfti að kveikja aftur á ofnunum heima þegar daginn eftir að koma heim þá þar af leiðandi of heitt hér inni til þess að vera vafinn inn í tvöfalt sjal.
Þannig að við leggjum það bara hérna til hliðar. Og síðan það síðasta sjalið. Ég tók það reyndar ekki með mér út, en hérna átti lítið eftir þegar ég kom heim og vildi klára áður en að sýndi ykkur það. Það er Huge og heitir Hip and Happen sjalið og er frítt á Ravelli. Þetta er bara eins og teppi og þetta er gjöf og hérna ég veit ekki hvað ég þarf að fara langt til þess að sjá hvert endar. En ég veit að þetta er heppilegt hjá þeim sem að fær þetta sjal að hafa það svona stórt og djúsí. Já, Hip and Happen heitir það og þar lék ég svo kallaði Yarn Chicken. Af því ég kláraði, það er 3 litir og þetta er afgangurinn af öllu. Og þetta er hérna Apulita Yarns sem ég keypti í handprjón og afslætti í nokkrum mánuðum. Þetta er bara 100% Merino Single Slim og já, þetta er þessar 3 hespur sem eru alveg búnar. Við erum mjög fegina því að þetta er ekkert eitthvað sem maður getur, þú veist, með svona pínlítlega afganga nýtt í eitthvað annað. Og þetta er þess að það var, ég átti alveg að vera með nóg samkvæmt uppskriftinni í affyllinguna en ég var það bara ekkert. En það var alltaf. Affyllingin er sem sagt, þetta er svona prjóna affylling eins og í Quality Street. Quality Street hérna sjalnu. Og hér var ég búin semst með aðallitin sem átti að fella af með. Notaði þá afganginn af næsta svona marglita, hún til hamabúin og kláraði með bláa. Þannig að þetta eru 300 gram, risastórt, mjúkt og hlýtt og fallegt. Þannig að hérna, já, þetta fer í gjafahilluna og er sem sagt gjöf. Þetta er alveg monster sko. Enda þegar þetta skolaði ég og lét liggja vel lengi í bleyti og sett svo bara á 800 snúninga í þeytivindi í vélinni. Og þegar ég var að strekkja þá var ég bara með það 2-falt. Líka til þess að ná því öllu jöfnu og svoleiðis. Og hérna, sem sagt, þá meina ég að þetta sést ekki. Þetta var svona 2-falt þegar ég var að þræða vírana í og svoleiðis. Það er ágætt að gera það ef sjölin er svona stór og maður kannski hefur ekki tök að leggja endur eitthvað brjála svæði eða er ekki með það mikið að mottum að það sé hægt. Og því ég var að bauka þetta hérna inn í mínu herbyggi þá var ég bara að gera þetta svona sem er bara mjög fínt, þá er það miklu jafnara. Þá eru þessi stærri klár búin. Síðan gerði ég hérna 1, 2, 3 tuskur. Þetta er svona afganga corner to corner, heklutuska. Þetta er bara Drops I Love You garnið og önnur svona minni corner to corner. Já, ekkert meira það að segja. Og hérna svona stuðlatuska bara úr 2-földu og þá ég notaði 3,5 mm en þessar 4. Og það kláraðist ljósi liturinn þannig að ég hafði bara 2-faldan þennan dökka og kláraði það. Þannig ég sett smá hanga á það. Þannig að þetta fer líka bara í tuskugjafa-hilluna. Þannig að ég er ekki alveg farin að koma með þörf til þess að fara að endurnýja hjá mér og engin ástæða að vera
bæta í fyrir en að þess þarf. Og þá eru klárin komin hjá dömunni í bili. Og þú veist að kaffi er búið. Ég ætla að setja ykkur á pásu og ná mér meira kaffi. Augnablik. Sko, komin aftur upp með meira kaffi. Veitir ekki af. Já, ég ætla að fara að sýna ykkur verk í vinnslu. Og ég reikna með að klára þetta bara í dag. Og þetta er svona bara útivista sokkar fyrir bóndan. Ég ætla að setja eftir á í setjan hæl. Ég ætla bara að leggja við hinn á sokkanum til þess að finna út hvar það á að koma. Þetta er bara alveg vanilega hérna upp og síðan gerði ég þetta 56 lykkjur og þetta er mikið grófara garn heldur en ég mun að nota. Þetta er DK grófleiki hjá sem sagt Step 6 DK grófleiki. Ég mun að nota 30 mm prjóna í þetta og ég gerði 10 umferðir hérna af einbrauðin og 3 sléttar og fór svo hérna upp og byrjaði að gera bara einbrauðin og 1 slétt alveg. Þannig með svo granna fætur og ökla þannig að ég ákvað að gera þetta til þess að það svona hélst betur utan lappirnar á honum. Og þetta eru 56 lykkjur í staðan fyrir 64. Og ég hugsi ég noti bara sama litin í hælinn. Það var að spá að nota hinn bleikrauða sem ég var með í mínum sokkum en ég hugsa bara hreinlega að ég ná í annað par úr þeim og þá hugsanlega með þennan sem hæl. Þannig ég ákvað bara að hafa þessi alveg bláa eins og mín eru alveg bleikir hitt parið. Og það er í raun og veru eina verki í vinnslu sem að ég er búin að vera að vinna í síðan að ég hitt ykkur síðast. En ég fór yfir þegar ég var að reyna að taka upp hinn þáttunum föstudaginn, hvað væri í töskunum sem ég væri byrjuð á eða væri að fara að byrja á og ég ætla bara að sýna ykkur það. Og ég ætla fyrst að sýna ykkur það sem ég er byrjuð á en hefur í rauninni ekkert gerst síðan að við hittumst síðast og það er hérna alpaka bullseye garnið frá Dropp sem á að verða að bara mjög einfaldri peysu. Renna að gera stroffið og núna fer ég að fara að spýta í lóana og taka þessa upp. Núna munu peysuna koma svolítið í staðan fyrir sjölin. Og þetta er bara frí uppskrift af Dropps sem ég held vona að hafa ekki verið öpuð upp eftir einhverjum hönnuði sem er að reyna að selja sínar hannanir. Mjög leiðilegt mál. Hún gulaði upp bara á þessu í síðasta þætti hjá sér og ég var búin að sjá þetta annars staðar hjá henni Skeindir, Ellie. þar sem er að tala bara pjúra uppskriftastöld á, þú veist, þá bara aðeins gerð pínu breyting, þannig að það sé ekki nákvæmlega eins af uppskriftum sem eru seldar en á Garðstúdíó kliktaðir aðeins í munsturinu eða einhverju og hafa fríar þar sem er ósanngjarnt. Þannig að ég ætla að hugsa minn gang þegar ég er að velja mér uppskriftir þar, hvort ég þurfi þess, hvort ég finna það ekki bara annars staðar. En ég mun ekki hætta að kaupa gafnið. Bara, það kemur ekki til greina. Einfaldlega því minnst þetta bara þrausu fínt, verksmiðju framleitt gafn, gott verð og bara, já. Ekki orðum það meir, en þetta er leiðindar hlutir sem það er að gera þarna gagnvart hönnuðum sem er að reyna að lifa á þessu svona litlir, eða svona smá, og já, svona, hvað kallar maður þetta? Þið vitið, einyrkjar. Síðan er það peysan sem er úr Einrúm bókinni sem ég margoft búin að sýna ykkur, sem er bæði þetta nota á rétt og röngu. Hún bara hérna
dúllast við að vera til úr Bellissima frá Scholler Stål og þetta er litur 0002 beige og þetta ætlaði ég að fara að bráðum að umpakka í stærri tösku af því þetta var að vera svona þetta var að koma með mér í ferðalögin að þetta er svona vanilu peysa held að grípa í og þegar ég þarf eða sérst að því ég er ekki að fara að gera neina vanilu sokka núna framöndan þá er fínt að hafa svona vanilu peysu og ef þið viljið vita eitthvað nánar þetta þessar peysur sem ég er að gera þá er ég búin að tala svo oft þær ég ætla ekki að vera að fara eitthvað alveg í saumana þeim aftur núna síðan er það hérna úr Pom Pom og þetta er úr Alaska garninu frá Drops litur 03 og þetta er sem sagt hérna gefið upp fyrir 5 mm brjóna og er 100% ull og uppskriftin er sem sagt hérna úr Pom Pom tímaritinu Vivid Winter og ég er að prjóna þetta á 5,5 mm og ég er með ekki nærri eins gróft gatn og gefa þér upp í þetta þannig að mynstri hjá mér mun verða lengra en er á myndinni það var svona fínlegri peysan hjá mér og þetta er peysa sem verður bara hérna inni heima af því að það eru nokkra teikningar sem þarf að fylgjast með og það gerir maður ekkert út í bíl eða inn í tjaldvagni eða innan fullt af fólki þannig að þetta verður svona heimaprjónspeysa síðan er það Vertices Unite og þetta er bara svona afgangar sem fara í þetta það er rosa skrautlegt og ég hef sagt áður, ég veit ekkert hvort ég kom til með að nota það úti við eða svoleiðis en þetta verður, eða kannski fær ykkur sem að bara fíla svona brjálæðislega glaða liti og þetta er mjög gaman að prjóna þetta en er ekki í forgangi þannig að það svo sem ríkur ekkert áfram og þetta er bara, þú veist, þetta er hérna bara Lanet, Baby Wool og Lippa frá Gard.is þetta er úr hérna fórum annar systur minnar þessi gull þetta gard sem ég nota í þetta og eins og alltaf þegar ekki tala neitt annað í uppskriftinni og með þennan grófleika á gardni þá er það 4 mm prjónar sem ég nota það eru þessi fjögur verkefni sem eru svona sem ég er að fara að leggjast yfir síðan ætla ég að sýna ykkur stöðuna á teppunum mínum annað er prjóna og hitt hekla þetta er prjónateppið og ég held með minni þetta heitir Bits and Bobs þetta er eftir hana Kate Jones í Bakery Bears þessu uppskrift og ég er alltaf með sama grunnlitin sem er ljósgráasti Fabel-liturinn og síðan er og sérst maður nota tvöfalt garn í þetta og allt hitt er Fabel líka einlit, marglit, handlitað hvítt Fabel þetta verður bara Fabel Fabel hérna teppið mitt ég man ekki 4 mm Tiago tréprjónar í þessu og þetta bara býr í hérna stórum boka fullum af Fabel afgöngum
geti mögulega óvart hafa slagist inn hann eitthvað ópalgarn eða eitthvað svoleiðis sem ég nú ekkert aðeins okkur yfir því. Og síðan það, ásakið þau í kvenkju mér, ég fór svo hryllilega í herðablaðið þegar við komum heim í kuldann. Stundum tekur það óvænt í. En ég búin að vigta það sem ég til mig vanta til þess að klára þetta höklega teppi. Það allt komið hérna í alls konar hespur, búin að hnýta saman og og þá á það samkvæmt mínum útreikningum að duga þess að fara yfir hjónarúmið okkar sem er 1,80 breidd og 2 á lengd, þannig að það verður rúmlega það. Það orðið alveg mjög þungt og líka farið að stækka. Ég ætla ekki að taka það meira í sundur af því að það er bara, ég teka kannski svona. Þetta er þá helmingurinn af breiddinni og þetta er bara hekklunál 4 mm. Þetta er bara hefðbundið svona röndótt, svona sama aðferð og notaður í svona ömmu dúllur, þetta er fram og tilbaka, man ekki hvað það heitir, Attic eitthvað, það sem ég fann uppskriftina af þessu, en ef maður setur bara Stripey blanket inn á Google leitina þá koma upp alls konar svona fríar leiðbeiningar þetta. Búta þessu bara aftur sem undir stólteppunum og þetta svona gríp ég bara í þegar andinn er gjörsamlega enginn til þess að halda áfram með önnur verkefni sem að gerast þú að sjaldan en samt greinilega gerist að því að annars var ég ekki komin svona langt. Síðan þá er ég búin að sýna ykkur það sem að er í gangi. Svo ætla ég að fara að fitja upp á þriðja Bombini krægin. Hérna eftir hana Kate Jones í Bakery Bears. Ég er búin að gera þess 2, ég ætla að gera þennan þriðja og ætla að nota bara hérna trísil gatt sem ég átti til bara að reyna að nýta svolítið þessar svona dokkur sem ég hef ekki hugmynd hvað ég á að gera við. Og þetta er svona fljótgert þægilegt innan aðra prjón fyrir mig að því nú er ég búin að gera þetta áður. Hér er svo peysa sem er úr Ego-strikk. Nei, þetta er úr Interpretation 5 eftir Joji Locatelli og Veru Vala Macchi og heitir Rose Quartz. Ég er ekki með mynd af peysunni sjálfri, bara með svona þetta verður bara svona opin golla. Þetta er ekkert ólíkt peysu annari sem ég gerði eftir Joji Locatelli úr Cotton Merino. Ég ætla að nota frá Drops í hana, svona ljós gráan, lit númer 03. Þetta fær samt ekkert að fara á prjóna fyrir að einhver af hinum 3 verður búinn og á meðan þá bara velur þetta hérna í einn af döðrónum mínum. Og síðan er hérna en ein. Svo á ég gatni nokkrar viðbót en ég bara ákvað ekki að setja það í poka og láta það vera að rugla í mér. Reyna að klára það sem ég með í gangi. Þetta er úr Ego-strikk bókinu minni. Ég veit ekki hvort þið sjá þetta er bara svona mjög einföld gróf pínumunstri peysa og í hann ætla ég að nota Maribel sem er chunky garn, 90 metrar í 50 grammunum
og hún liturinn 0015, svona sinnepsgulur og svo það þetta hana. Og það eitthvað blanda 50% ull, 40 polyakryl og 10% alpakka. Þannig að þetta í einni dásemdar töskunni eftir Bútasums og systur mína sem býr í Reykjavík. Síðan ég með hérna, ég átti að setja nýjustu uppskriftina frá henni í Nordic Stitches podcastinu, ég man ekki að fara stóla úr mér. Lily í Nordic Stitches. Hún gerði svona pakka af sokkum, lágum sokkum. Og svo þú kaupir 4 og fær 50 fría og síðan hún með samprjón í sambandi við þetta. Ég búin að gera 1 par, ætlaði að vera óduglega að gera hinn úti en gerði það ekki, en það gatt til í hinn 4 pörin sem ég átti að gera, sem að bíða bara hér eftir að fá komast upp prjónana og það mun nú örugglega gerast þegar hinn verður fínt að hafa þessa dúllast með það, því að munstrinu sjálfur sér mjög einföld þegar maður búin að gera nokkrar umferðir af því. Þannig að nú ég búin að sýna ykkur allt sem í pókum. Það margt sem að langar til þess að fara í póka. En það verður bara bíða aðeins. En ég svo sem sagt áður og það bara alveg ekki verið að gera sig. Þannig að nú ég búin að sýna ykkur það sem klárað, verkvinnslu og það sem svona alveg bara að detta á prjónuna. Síðan ætlaði ég að sýna ykkur gjöf. Ég vann í hérna svona úrdrætti, þannig var hún Mína Philip, The Knitting Expat, átti 3 ára svona videoblogg afmæli. Og hún svo sem ég fór að fylgjast fyrst með af þessum erlendu podcasturum. Ég hef pröfuprjónað fyrir hana og að fara að pröfuprjóna fyrir hana peysu sennilega. Það mættir aðeins að sjá hvort það gangi upp. Þá það ný peysa sem fyrir að prjóna. Já, og ég hef bara verið í sletta samskiptum við hana. Þýtt nokkrar uppskriftir og þannig að það var alveg æðislegt að ég var dregin út úr hópi 500 þáttakanda sem tóku þátt í þessum úrdrætti og vann bara fullan poka gósi sem ég ætla að sýna ykkur núna. Pakkin kom bara þegar ég var nýbúin að setja síðasta þátt í loftið, þannig að þetta bara búið að liggja hérna stillt og brútt að bíða og reyna að sýna ykkur það og sýna ykkur svo hvert fyrir sig. Svona pakka. Nú, og í pakkanum var gott fiber, Twin Mommy Creations, individually dyed, sokkagrófleiksgrafn eða fingering. Þetta þessi svo kallaði mauve litur eða svona, já, bleikur, fjólubleikur musku litur með hérna bleiku og karrígulu og bara, ekki bara opna þetta og kíkja almennilega á þetta. Þetta er 80% súpuvós merino og 20% nylon og þessi litun kallast Arid Luminescence. Þetta vegur 100 grömm og 365 metrar, þannig að þetta er svona frekar feitt fingering, ef þannig má orðið komast. Þetta er ótrúlega mjúkt, mér langar alveg svakalega að gera eitthvað hálskraga eða hafa þetta í sjal eða eitthvað. Þannig ég áttur að stúdera það aðeins. Eiginlega
auðvitað var maður náttúrulega líka alveg að leyfa svona mjúku og djúsi gatni að vera í sokkum af því að fæturnir okkar eiga nú alveg skilið að vera líka í svona djúsi. Þeir eru nú að hlunkast með okkur alla daga. Þannig að við sjáum bara hvað verður. Gott fæber. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hérna aftan á. Ég veit ekkert hvort hún sé enn að gera eitthvað þessi kona eða hvað. Síðan það Dyed for Knitting Crate by 100 Ravens. Og þetta litur sem heitir Wisdom, Justice and Love. Og þetta worsted 230 jardar, 100 gram, 100% merinóll. Eða DK gróleiki kemur svo hérna. Gefa upp fyrir 3,54 mm Superwash. Og þetta rosa mjúkt líka og verður örugglega húfa eða kragi eða vettlingar eða eitthvað slíkt. Og þetta sérst úr hérna Knit Crate, það fyrirtæki sem að þú fer í áskrift hjá og mánaðarlega þú valið einhverja típur af pökkum. Og hún Mína hefur verið að gera svona umfjöllun þessa pakka. Og stundum heldur hún eftir því sem að kemur frá þeim sjálf og annað setur hún í gjafabunkan og þetta ein af þeim hespum sem fór í gjafabunkan. Og þetta mjög sniðugt, þú velur svona hvers slags kit þú vilt, hvort þú ákveðin grófleika eða hvað og síðan fyrir að senda svona óvænt í hverju mánuði, það alltaf gatn og eitthvað svona te eða eitthvað með uppskrift og eitthvað svona, þú veist, auka hlutir eins og, þú veist, kaðlanáli eitthvað sem þarf að nota kannski í þessu uppskrifti sem fylgir með gatninu. Þannig að ég fekk sagt svoleiðis gatn. Og síðan hérna í pokanum, þá bara óspunnin ull ásamt svona spinningargræju sem ég áttur að ég veit ekki hvort það sé rétt samansett hjá mér eða hvað ég áttur að gefa mig tíma í að finna út úr þessu, það þýðir ekki á meðan ég svona í bakinu. Þetta svona já. Og þá spinnur maður á þetta. Eftir að læra þetta, en þetta svolítið sniðugt, það hægt að taka þetta alveg í sundur til þess að spara pláss. Og ullin Shetland ull og fléttan heitir Roses og ég ætla að sýna ykkur bara hérna. Það kostaði 10 pund og þarna niðri sem sagt heitið á þessi litar, vefsíðunni sem litar og logoið. Og þetta sem sagt svona flétta sem að maður losar í sundur og handfjallar eftir kúnstarinnar reglum. En ég ætla að æfa mig betur áður en ég fer að vesast í eitthvað svona fallegu garni eða ull. Og þannig að ég geri eitthvað úr þessu. Ég dreymir að læra að spinna almennilega, hvað sem svona á svona græju eða á hjól. Vantar fleiri tíma í sólarhringinn eins og öllum öðrum. Svo kom bara svona lítil askja með smádóti í skæri, heftara, yfirstrikunapenna, pínlítilli límbandsrúllu. Þetta bara svona klassist sem að fylgjur oft með í þessu. Síðan fekk ég fyrsta svona prjónapinnan minn sem að hægt að festa í handavinnum töskuna sína. Hespa, bleik falleg hespa. Og síðan fekk ég hérna kort sem að stendur að knit so that don't unravel. Ég prjóna svo ég rakni ekki upp. Þvílíkur sannleikur. Og hérna lítil svona barmmerki líka prjónatengt. Og svo fekk ég síðast en ekki síst te, lakkrís og piparmintu jurtate
kaffínlaust. Þetta var næs að södra kvöldi til í svona umhverfisvænum umbúðum sem að brotna niður í náttúruna án þess að valda skaða. Þannig að þetta var mjög gaman. Og maður vinnur ekkert svona nema maður tæki þátt. Og svo ætla ég að segja ykkur hérna stutt frá ferðinni. Við flugum 7. júní til London og þaðan yfir til Bordeaux í Frakklandi þar sem að systir mannsins míns býr og pabbi þeirra dvelur hjá henni þessa stundina. Og við fórum og vorum þar í 3 nætur sem var algjört æði. Gaman að koma. Við fórum fyrir 3 árum til Lille í Frakklandi þar sem að systir hans bjó þá. Hún er gift Frakka. Og núna eru þau nýflutt í Bordeaux og við fórum þangað og það var æðislegt. Fórum borðum hjá Gordon Ramsay og bara vorum að chilla og höfða næs og ég rak ekki augun í neitt handavinnu tengt nema bara það sem að ég var með. Það var líka alltaf lagi, það var ekki tilgangur ferðarinnar, þetta var svona fjölskyldu ferð. Hvað Bordeaux var það? Síðan förum við þaðan á laugardeginum 9. gistum eina nótt í London og fljúgum á sunnudagsmorgun 10. júní til Möltu sem við fórum líka til fyrir 3 árum. Nema þá fórum við með annarri fjölskyldu, besta vini mannsins mín sem er Íslendingur sem býr í Svíþjóð og fjölskyldunni hans, þeir voru haldið saman upp á 50 ára afmæli sitt og við vorum öll saman þar og vorum á Möltu í þeirri ferð aðalega, fórum í dagsferð til Gozo sem er hluti af Möltu en svona aðskilin eyja og við fjöllum fyrir þeirri eyju og það er miklu meira landslaðar og þar fyrir öll grænmetisræktun Möltubúa fram, mikil kartöflu og tómatarækt, það er svona þeirra aðalræktun og er notað nánast í alla matagerð. Til þess fjast eiginlega ekki pizzu nema að væri kartöfluflögur á henni eða svona þunna skífur og þeir gera mikið, nota náttúrulega tómatana brjálæðislega mikið í sjávarréttina sína og svoleiðis og þar var miklu meira hægt að labba á vegunum án þess að eiga hægt á því að verða eins auðveldlega fyrir bíl og það er út á Möltu. Þannig að við löbbuðum þarna á þessar 9 nætur sem við gistum og þá löbbuðum við meðaltali 10 kílómetra á dag og það má eiginlega segja að við höfum farið nokkuð sem kringum eyjuna því að eyjan er ekki nema 7,5 kílómetra á breidd og 15 kílómetra á lengd og það búa hérna 34.000 manns og það var bara geggjað, rosalega hæðótt land þannig að þar sem að til dæmis íbúðin okkar var og veitingastaðirnir voru allir niðri við sjó og þegar vorum að labba upp í íbúðina okkar og þá við þurftum fyrstu dagana að stoppa á leiðina því það tók svo í, þetta var svo rosa bratt. Svo komumstu að því að Möltubúar eru önnur latasta þjóð heims, hvað varðar útiveru eða hreyfingu, göngur á eftir Bandaríkjamönnum. Ef þeir þurfa að labba meira en 400 metra þá fara þeir í bíl, segja þeir, en við svo sem erum ekki vör við það því þeir voru allavega mjög duglegir þegar við voru í vinnunni sinni og þjónustan alveg til fyrirmyndar og ferðamannaðiðnaðurinn er að tröllríða öllu þarna á miklu stærri skala heldur en hjá okkur miðað við landrými sem þeir hafa. Ferðamannastraumur á bara síðustu 3-4 árum það eru búin að koma hérna 8 milljónir manna að ferðast þarna og stór sér á Möltu í rauninni síðan að við vorum þar fyrir 3 árum. Það eru bara byggingakrannar út allt og það vantar fólk í vinnu og það er bara minni svolítið á okkur nema þetta ágangurinn er meiri á landinu hjá þeim þó okkur finnist nóg hér og vegakerfið er bara hjá okkur á Íslandi er bara stórkostlegt meðan þar. Ekki það að það má alveg bara please lagið það hérna en svo sem það er svo hröð uppbyggingin að það bara einhvern veginn hefur ekki komist að viðhalda vegunum en nú að taka alla vegi
alla þjóðvegi Möltu og hérna svona stóra götur í gegn á næstu 7 árum. Það var yfirfara allt á Möltu og í Gósó. Og Gósó ferðamála fólki þar, sem þeim bransa þar, að spyrna við fótum í því sem að stjórnvöld að gera. Þeir vilja bara dæla peningunum í ferðamála iðnað en ekki að sjá afleiðingarnar af því að það fullt af minjum sem að, eins og við erum að lendi hérna með þjóðgarðin okkar á Þingvöllum og svoleiðis að ágangurinn sko, þolir ekki þennan mannfjölda. Og til dæmis við fórum í þessum bláa lóni þeirra, Blue Lagoon, sem við Comino, sem pínlítil eyja á milli Gósó og Möltu. Og við fórum í siglingu þangað því að okkur fannst það geðveikt þegar við fórum fyrir 3 árum. Blue Lagoon, sjálfur sjórinn í sjálfur sér ennþá geðveikur, en fyrir 3 árum máttu ekki fara í land á Comino, nema þeir sem voru á þessu eina hóteli sem var þar þá. Nú komið annað hótel og nú fyrir að hleypa í land og það voru svona nokkrir svona matarvagnar komnir á Comino við Bláa lónið. Og í matavagnunum líka selt áfengi, þannig að þetta bara svona partí eyja og algjörlega búin að missa sjarmann sinn fyrir okkur að fara þangað. Ég fór svo sem í sjóinn þar og svoleiðis og naut þess að vera í þessari bláu dýrð og þetta bara, botninn hvítur þannig og þess vegna verður allt svona blátt og tært og fallegt. En það var ekki, stemningin var ekki alveg rétt, fannst okkur með hvernig hún var síðast. Það komið svolítið virðingarleysi gagnvart náttúrunni þannig. En að öðru leyti þá bara, þetta var æðislegt. Við lágum í sólbaði klukktíma og 40 mínútur af því við hötum að liggja í sólbaði og eyða tímanum þannig. Kusuðan frekar að labba mikið og vorum yfirleitt bara heim í íbúð yfir heitasta tíma dagsins. Það er ekkert vitið að vera að ganga frá sér í heita en það var alveg nóg sem við vorum að vesenast. Við fórum ekki nema tvívegis út að borða kvöldi til að því við vorum bara of þreytt. Höfðum þá bara, við vorum í íbúð þannig að við gátum eldað okkur og allt svoleiðis sem var æðislegt. Sáum bara algjörlega okkur þannig og fórum bara út og borðum einu svona dag meðan daga yfirleitt og það var bara mikið meira nóg. Og maturinn á Gósó fyrir mína parta gjöra ólíkur því sem við fengum á Möltu. Mikið að sjávarréttum og ég alveg lá í því og þeir kunna svo sannarlega að fara með sjávarréttina sína og þetta allt ferskt og það tók tíma að elda þetta af því oft þurftu þeir að hlaupa út í gildrurnar til þess að ná í matinn, gildrurnar í sjónum. Já, þannig að þetta var bara yndislegt og okkur langar að fara aftur en þá ætlum við að gera það innan 3 ára og vera þarna á Gósó og fara þá kannski meiri lúxus, vera innar í landinu og vera þá í aðstöðu þar sem er sundlaug og svona meiri útiveru svæði heldur var við þessa íbúð sem við vorum í núna. Þetta var íbúð sem bara með grunnum svölum og rauna ekki þægilegt að hafast við þar úti. En já, við myndum fara fljótlega einfaldlega þegar ég ansi hrædd að það sé verið að missa stjórn á ferðamála iðnaðinum þar líka eins út á Möltu. Þetta sama fólki sem stjórnar báðum plássum. Og þessi kona sem við til dæmis leiðum af og annar maður sem ég komst í samband við þannig þau eru algjörlega á móti þessari hröðu þróun og meiri hlutin af þeim sem í þessum bransa á Gósó og að spyrna við þessu. Sem bara gott. Og ég rambaði inn í handavinnubúð í Viktoríu sem svona stærsti borgin á Gósó. Hún miðsvæðis og strætónir fara allir þangað og svo skiptir maður þar til þess að komast í eitthvað annað þorp og sem við uppgötvum bara að það voru þægilega bara að labba það. En annan daginn sem vorum hana á mánudeginum þá förum við upp í Viktoríu því við þurftum að komast í matabúð til þess að gera svona ein almennleg innkaup og löpum í gegnum svona mall. Það rekst ég á handavinnubúð og ég náttúrulega segði við Helga, ég verð að kíkja hérna inn og sjá hvað og það var hellingur af efnum og alls konar föndurvöru og gatni blasti nú ekki við. Þarna
var mikið verið að selja skólabúninga og vörur við það ásleisnum og svo þegar ég taka svona síðasta hringinn þá rek ég augun í gatn og það var bara svona hefðbundið afgreiðsluborð með gleri ofan á og þar undir var allt sem var til af gatninu sem voru kannski 20 hestburðir að náði því, allt akríl og ég get svarað ég held að sé sentimetratali því ég fekk að taka á nokkrum hestbúnum og þær voru ekki 50 grömm eins og það átt að vera. Þannig ég fíblaðist við það í vinkonahópnum mínum og ég hefði fundið handvæðinubúð þar sem að væri selt gatn í metravís. En það var semst ekki þar nógu heillandi til sem ég langaði til þess að kaupa það neitt þar. En síðan fórum við á markaði í næsta þorpi þar sem að við dvöldum, þar sem að eru bæði nútíma markaður sko, þar sem er svona verksmiðju framleitir bolir og dótar í og hérna sjöl svona pesmínó sem að vefja mikið sig á kvöldin eins og við gerum með okkar handgerðu sjöl. Fekk mér reyndar eitt svoleiðis að því ég brann hérna og vantaði eitthvað til þess að loka hérna fyrir og meðan það var að jafna sig. En þau eru líka mikið í að gera þetta. Það sem er með þessi mörg kefli og eru að færa þetta á víxl til og frá og eftir kúnstarinnar reglum. Ég keypti mér bara eitt svona bókamerki til þess að aðeins að sína smá að því baðar að sína mér hvernig það gera þetta. Þetta merkja að sjá það gera þetta. Ég hugsa hausinn á mér alveg spinni galvið að prófa þetta. Ég fekk mér sem sagt eitt svona bókamerki og þessi blúndu iðnaður mikill þarna hjá þeim. Óslega fallegt. Síðan fekk ég mér svona víra virkis silfurring sem er svona bara hægt að minnka og stækka eftir þörfin. Og þetta var allt sem ég... Jú, og svo þetta pasmínó. Ég veit ekkert hvað það er núna. Það er sannlega bara, já, ég veit ekkert hvað það er. Það er allavega hreint. Ég er búin að þóða og það er á einhvern góðum stað. Og annað keypti ég ekki af svona handverki hjá þeim. Enda vorum við svo sem ekkert að eltast við það, neitt frekar. Við fórum reyndar að löpum til Nadúr sem var í 8 km fjarlægð hjá okkur í göngu. Og í Nadúr er frægasta pítsamöltubúa búin til. Þetta er sem sagt 500 ára gamalt bakari sem hefur alla tíð verið rekið af kvenmanni. Konu, þetta hefur gengið, þetta hefur erfst frá móður til dóttur í gegnum aldirnar og núna er það rúmlega 50 kona sem rekur þetta og var að vinna hana þegar við komum og þetta var eins og að labba 500 ár aftur í tíman. Ofnin er sem sagt bara hluti af byggingunni og það er bara notað viður til þess að kynda ofnin og það er löngu hægt að framleiða nokkuð annað en pítsur þarna því þær eru svo eftirsóttar að þau anna ekki neinu öðru. Og við til dæmis komum þarna inn og pöntum pítsu og þurfum að bíða í 40 mínútur. Eða það er sagt strax að 40 mínútur bíð viltu panta. Og við pöntum og fengum okkur svo bara labbutúra á meðan við bíðum. Fengum svo pítsuna og þarna er ekkert neinn útiaðstæða neitt svoleiðis. Þannig að við hlömmum okkur bara fundum, nefndum nú ekki að labba tilbaka. Við varum búin að labba þarna á þessum tímapunkti 13,5 km. Og hérna, eða eitthvað 10 km og settumst við í strætóstoppstöðina og borðum pítsuna þar sem var himnesk og alveg þess virði að labba eftir henni. Fórum svo með strætó upp í Viktoríu og löpum restina heim til þess að aðeins og svona láta sérna í mallan. Þannig að það var æðislegt og alveg þess virði. Ég veit ekkert hvað var svona öðruvísi við hana með okkar pítsur. Jú, það var greinilega eitthvað það var ekki bara hveiti í henni, það var eitthvað annað nota á móti og gerið var ekki eins og við erum með. Þannig að hún var mjög svona fluffy og létt. Og já, bara æði. Þannig að þetta var meðal annars eitt af því sem við lögum áherslu á að gera aftur. Nú, þá er ég bara hægt að bladra um það. Náttúrulega eðlilega var ekkert að gerast í verkefna töskubransanum meðan ég var úti, en
hrúguðust inn efni á meðan ég var úti og sem ég var búin að panta á og dóttir mín sá að fyrir pósthúsi fyrir maður ná í og hún var alveg í kasti yfir öllum þessum sendingum. En þannig að ég er að fara að byrja að ákveða hvernig þetta var alltaf að vera. Ég byrja að fá smá jólaefni, hreindýr og snjókalla og alls konar uglur, fíla, kisur og já, bara síðan keypti ég á flugvellinum þegar við vorum á heimleiðinni, þá ákvað ég að því hún Kate Jones í Baker Bears notar oft bara, og ég hef svo sem gert það líka, en þetta er alveg svona svaka bresk viskastykki, þannig að það var pínu svona brest þema í nokkrum töðrónum. Ég ætla að svona sjá hvernig ég get leyft myndunum að njóta sín sem best. Þannig að þetta er svona það sem að fara að komast í saumalina hjá mér á næstu viku. En það styttist reyndar í fyrsta veiðitúrin, þannig að ég bara sé hvernig stuðið verður. Það er nóg til inn í búðinni og ég fer á hverjum degi út í pósthús, þannig að það er svo sem ég hef enga móralið við því að vera ekki að dæla ykkur inn þar núna. En það fer að fara vonandi að komast. Ég ætla ekki að vera að pína herðablað á mér fyrir en að það er orðið gott. Ég ætla ekki að fara að gera mig verri en það er, sko. En þannig að, já, þá er ég bara búin að tala við ykkur í rúman klukkutíma. Ég er búin að sakna þess að hafa ekki getað sest niður og sagt frá, en það var líka gaman að geta sýnt ykkur slatta af klárum og fara svona yfir með ykkur hvað er í vinnslu og hvað er að fara að prjóna, og þá svona heldur mann alltaf efnið. Ég á ekki von á öðru en að það verði svo aftur eftir viku 7-8 daga næsta podcast og ekki nema eitthvað óvænt koma upp á, en að öllu óbreyttu þá verði ég hér eftir viku eða svo. Og þangað til þá bara óska ykkur góðrar og gleðilegar handavinnuviku og við sjáumst hress fljótlega. Takk fyrir og bless bless.